Já, við höldum áfram hér í sönnum sögum við Rauðaborðið. Við höldum áfram að skoða þætti í sögunni og nú komið að stórri persónu í sögu eftirstríðsáranna. Það getnaðarpillan. Ása Ester Sigurðardóttir, sagnfræðingur, hefur skrifað grein í tímaritið sögu pilluna. Vertu velkomin, Ása Ester. Segðu mér, myndur segja að pillan hafi verið bylting, einn af byltingunum á eftirstríðsárunum? Það vel hægt að segja það, tel ég. Hún breytir alveg afskaplega miklu fyrir þær konur sem að fara og nota þetta lyf. Hún, í stuttum máli þá gerir hún konum kleift að stjórna barneignum sínum á öruggari máta heldur en nokkuð tíman áður í rauninni fyrir utan kannski skýrlíf. Og með því fá þær svona meira vald yfir eigin lífi og meira vald til að skipuleggja eigið líf og ákveða svona hver sinn ferill verður, bæði andlega og veraldlega í rauninni. Þær geta farið í nám án þess að hafa áhyggjur af ótímabærum barneignum, þær geta byggt upp starfsferill og bara lifað lífinu sinni svolítið. Lykillinn að frelsi konunnar. Já, þetta er töluvert frelsi sem felst í því að pillan kemur og verður aðgengileg. Já, því það náttúrulega mikil röskun á lífi kvenna að þurfa að ganga með 4, 5 og 6 börn. Já, þetta breytir einmitt því að þær geta þá einmitt ákveða hversu mörg börn og tímabilið sem getur liðið þarna á milli barna. Já. Og ég held að þetta bara einfaldi líf kvenna alveg töluvert að hafa þessa öruggu leið. Já. Áður var kannski komið börnin og þá eiginlega konan ítt út í það að vera móðir. Eiginlega það svo stór hluti að það rúmast ekki margt annað. Nei, ef að börnin eru, eins og segir, 4, 5 og í mörgum tilfellum jafnvel bara miklu fleiri en það, þá ekki mikið annað í stöðunni heldur en að vera móðir og þetta var bara svona eitt helsta hlutverk konunnar bara í mjög langan tíma. Þegar pillan kemur til Íslands, var litið svo á að þetta væri frelsisboði? Eða var það ekki rætt það þannig upphæði? Sko, það fer í rauninni eftir hvern þú spyrð. Viðbrögð kvenna voru að svona mestu leyti mjög jákvæð. Þær voru mjög fegnar fyrir þetta frelsi eins og við tölum og við sjáum þetta bæði Íslandis og erlendis að þær voru bara gripuð þetta tækifæri fegins hendi. En við sjáum líka að það töluverð varkárni gagnvart þessu lyfi. Þetta nýtt lyf sinna tegundar og það var margt sem kannski hægt að segja að þessi margt sem var ekki alveg vitað sérstaklega kannski langtíma áhrif pillunar. Og síðan voru þessar aukaverkanir sem gátu stundum fyllt henni sem gátu stundum verið jafnvel hættulegar og lífshættulegar. Þannig að viðbröðin voru svolítið svona misjöfn í rauninni en undir þessu öllu saman lá einmitt þessi léttir margra kvenna, þeirra kvenna sem notuðu pilluna. Og því voru konur mjög ánægðar með þetta. Já, og pillan svona vann að hún varð eiginlega aðal getnaðarvörðin. Já, og það bara mörgu leyti en þá í dag. Þetta þægileg leið til að koma í veg fyrir getnað. Hún ekki einhvað sem þú þarft að hugsa á ögur stundu eins og margar aðra getnaðarvarnir og hún veitir mjög góða vernd gegn getnaði. Þannig kannski ekki skrítið þetta að slegið svona rosalega í gegn, sko. En þetta eins og voru aukaverkanir á þessu og sömuleyti álag á konur að taka pilluna og líka bera ábyrgð sem að kannski konur báru alltaf ábyrgð á að yrði getnaður eða ekki. Var ekki svona eitthvað vilja á því að hverju ekki að búa til karlapillu? Sko, upprunalega hugmyndin á bakvið pilluna virðist hafa verið svo að þetta ætti að vera leið fyrir konur að geta stjórnað þessu alveg sjálfar. Af því að það er alveg dæmi að sérstaklega kannski áður fyrir að konur voru ósammála eiginmanninum hversu mörg börnin ætti að vera. Og þetta var eitthvað sem að valdi var í rauninni sett í þeirra hendur. En hugmyndin karlapilluna eftir því sem ég best séð kemur fram alveg þarna strax
á sama tíma, bara í kringum 1960. Hún hefur náttúrulega ekki ennþá orðið að veruleika í dag, jafnvel, en þessi hugmynd sprettur reglulega upp. Og það út af pillunni sem að konur taka, menn af hverju getið þið getið geta? Það er eiginlega hugmyndin af ekki? Já, í rauninni, að því þarna komin svona hendug leið og það með svona með tíð og tíma, nær 8. áratuginum, þá fara einmitt að koma upp svona efansendaraddir einmitt af hverju þetta bara kvennapilla, af hverju ekki til karlapilla og hugmyndin að ábyrgðin eigi kannski ekki endilega liggja alfarið hjá konunni Afleiðingarnar eru mestari á henni. Já, afleiðingarnar eru mestari á henni en þetta var þessi óánægja einmitt með aukaverkanirnar. Að aukaverkanirnar gátu verið svo miklar, gátu verið í sumum tilfellum lífshættulegar, sérstaklega á þessum gömlu tegundum á pillunni, það búið að breyta þessu í dag. Þá voru konur ofta að fá blóðtappa eða jafnvel krabbamein eða var hætta á krabbamein eða hræðsla við þetta krabbamein. Og þarna á seinni tímum þá fara konur að velta fyrir sér af hverju það við sem þurfum að þola þessar aukaverkanir spurninga og viðstóðulust í rauninni að því það tekur vissulega 2 til þess að koma að getnaði sko. Þannig að þetta var svona stærsti punkturinn og þaðan komu spurningarnar og við sjáum til dæmis að rauðsokkur voru að spyrja hvenær kemur karlapillan. Hún er ekki komin enn. Hún er ekki komin enn. Það er ekki á leiðinni eða? Hvað segir ég? Hún er ekkert á leiðinni hendur? Mér finnst þess að ég sé reglulega ennþá með minni meiri að ég held að það hafi verið daginn sem þessi grein er byggð á meistararíkirinu minni sem ég skilaði fyrir ári síðan og mér minnir að daginn sem ég skilaði þá hafði ég farið inn á fréttamiðla og séð enn eitt loforðið karlapilluna sem ég fannst nokkuð skondið. En eina af afleiðingum pillunar eða svo manni sagt að þá í kjölfar hennar kemur eiginlega svona tímabil frjálsra ásta sem eiginlega tímabil sem ég veit ekki alltaf þess ekki að rekja það bara alveg upp að AIDS eða eitthvað svolítið sem hérna mikil en sérstaklega kannski á 7. og 8. áratug. Sko, ég myndi nú kannski fara varlega í að segja að þetta sé kjölfarpilluna, þetta að gerast á sama tíma og það voru einmitt margir sem voru að tengja pilluna við þessar frjálsu ástir og voru að nota svona frekar þung orð eins og lauslæti og þess háttar en þetta er rauninni bara svona frjálsari kynlífshegðun og pillan vissulega gat hjálpað til við þetta en ég tel að sé nú kannski ekki einhver orsök endilega þarna á milli en það var hræðsla við þetta svolítið, maður sér það en á sama tíma ef maður skoðar blöð og tímarit sem ég geri mikið í þessari grein og þessari rannsókn að þá sér maður að blaðamenn eru þau kaupa þetta ekki alveg 100% að það sé eitthvað aukið lauslæti eða það er svona mín tilfinning ég minnst að það sé að rekja aukið lauslæti eða frjálsari kynhegðun til pillunar en þetta er vissulega að gerast á sama tíma. Það rofnar bilið á milli kynlífs og barneigna. Já, það er nefnilega svolítið málið. Pillan er stæðst í liðurinn í því. Algjörlega. Þannig að hún hefur líklega haft áhrif. Það kemur svona tímabil þar sem að stífni fyrri ára eða hvernig sem við viljum orða það losnar. Það er enginn 7. áratugurins. Algjörlega, það er ekki að segja og mikið frelsi kvenna þessu leiti og bara öðrum, bara sjálfstjáningu og annað. Já, það eru mörg öfl að koma þarna saman í rauninni og þess vegna er þetta líka svo ótrúlega áhugaverður og skemmtilegur áratugur. Já, þú heldur að okkur hætti til þess að eigna pillunu of mikið í þessu, þannig að séu. Ég held að pillan geti orðið stundum af svo litlu grílu. Henn er ætlað að ef þú telur frjálsarástu vera slæmt þá er ég einna helst að hugsa í þessu þegar þetta er sett upp í þetta neikvæða samhengi en frjálsarástir eru augljóslega ekki slæmar ef allir eru glaðir og með í þeim leik en það er þetta neikvæðu hliðar neikvæða gagnrýni á frjálsarástir mitt sem að pillan verður oft fyrir barðinu á og síðan þessar hugmyndir fólksfjölda fækkun í rauninni. Lækkandi fæðingatíðinni sem að pillunni er svolítið kennt þarna líka þessum árum sem að stenst ekki algjörlega heldur. Nei, okkur ekki?
Þessu aðri þættir sem að ráða meira, flutningur úr sveiti í borg og það allt saman eða hvað? Ég sem sagt skoðaði, eins og ég myndist á, þá var ég að skoða dagblöðu tímarit frá þessu tímabili, frá 1960 til 1980, þetta eru fyrstu 2 áratugi pillunar og þá sér maður svona heldur dramatískar lýsingar á þessu máli, það er pillan sögð gera út af við þorp út af landi, hún yrði étin látalaust og jafnvel dramatískari lýsingar þar sem henni er sagt að hún muni gera út af Íslendinga eins og bara við leggjum okkur og þetta er bara allir Íslendingar muni hægt að vera til að því íslenska konur eru svo hrifnar af pillunni. Og þá er vísað oft í einhverjar tölur frá Hagstofunni eða bara svona fæðingatíðinni. En þetta eru tölur sem eru miklu frekar háðar svona eðlilegri breytingu í fæðingatíðinni. Það getur bara margt haft áhrif á þetta og þegar við skoðum breytingar í fæðingatíðinni eftir fæðingar árgöngum kvenna sem er sem sagt tökum dæmi allar konur sem fæddar eru 1940 þá koma þessar tölur ekki almennilega í ljós fyrir en þessar konur eru komnar úr barneign og við sjáum að fæðingatíðinni þessara fæðingar árganga þegar kvenna sem eru á barneignaraldi þessu fyrstu árin eftir að pillan kemur, hún lækkar vissulega en ekki svona dramatíska máta eins og er svolítið verið að gefa skinn þannig að það er erfitt að segja að pillan hafi haft þessi áhrif þarna þessu fyrstu árin en kannski önnur saga í dag en það er ekki einhver sem ég hef rannsakað almennilega og get ekki sagt til um. Og með aðrar samfélagsbreytingar sem valda því að barnsfæðingum fækkar? Það er nefnilega getur verið rosalega margt. Ég get bara tekið dæmi af kannski bara minni fjölskyldu að mamma var ein af 10 systkinum og við bræðurnir erum 5 og þetta fækkar helming en það er allt fyrir pilluna. Ég var yngstur albræðrana og mamma sagði ég verið hettubarn. Já, einmitt. Það mistekist að koma í veg fyrir í getnaðinn. En síðan við bræðurnir ég held að við eigum svona meðaltali 2 börn. Þannig að þetta er sömuleitt þetta þróun sem hefur byrjuð áður en að pillan kemur eitthvað landsins. Einmitt. Og síðan minnisveiflur, það getur verið svo rosalega margt, það getur verið bara efnahagsástandið hverju sinni og atvinnuleysi eða jafnvel bara einhverjar hamfarir eða þess áttar, sko. Þetta getur alltaf verið rosalega mismunandi og þannig er erfitt að kenna pillunni þessa lækkun þarna fyrstu árin og pillan er í rauninni ef einhvað tæki til að leyfa fólki að leyfa lífinu eins og segja eftir sínu höfði. Já. En greinin þín endar 1980 eftir það þá breytist pillan að einhver leiti eða ekki. Hún er ekki bara getnaðvörn, hún er svona næstu eins og almennara líf. Já, og eiginlega með stærri þáttur kannski lífi hvernig núna heldur að var á 7. áratugnum eða hvað? Sko í rauninni þá hefur pillan alltaf verið lyf og ekki einungis getnaðvörn og það var sem sagt þannig að hún kemur fyrst á markað í Bandaríkjunum 1957 sem lyf en ekki sem getnaðvörn og þá er þetta sem sagt lyf gegn ýmsum svona kvensjúkdómum líkt of miklum eða of fátíðum blæðingum hún var stundum notuð til að reyna að lækna ófrjósemi jafnvel og í gegnum tíðina þá hefur hún verið bara alltaf notuð sem lyf líka. Það eru dæmi einmitt unga stelpur sem eru settar á pilluna löngu áður en það er byrjað að stunda kynlíf af því að túrverkinir eru það slæmir og hún er vissulega ennþá notuð á þennan máta í dag og það er að segja þá eru einmitt aukaverkanir pillunar eru ekki alltaf slæmar og maður hættir að líta á aukaverkanirnar sem þessa sögur sem maður heyrir alltaf, það er fituaukning, það eru hausverkir og ógleði og þessi hættulegu aukaverkanir sem ég myndist á áðan en það eru líka, hún veitir líka þennan líkamlega létti gegn þessu. Akkur fórst að skrifa, valdirðu þetta við fórsagni? Vantar hvenna svo konur og málættir sem tekjast konum inn í sagfræðina? Ég held að sagfræðin hafi nú alltaf gott af því að konur og kvennasaga og kynjasaga og fái meiri sess og þetta er ríkt og bara
mjög frjótt viðfangsefni. Það er margt eftir ósagt. Sagan náttúrulega hefur lengi verið svona, sérstaklega öldum áður. Það hefur hún verið kannski svolítið karllæg og því bara einstakt og bara mjög dýrmætt að skrifa kvennasögu. Pilluna hafði enginn skrifað almennilega á Íslandi fyrir núna. Þetta hefði verið kannski svona í styttri umfjöllunum minnst á pilluna en þetta svona smá grunnrannsókn á sögu pillunar sem ég fór með hérna. Akkur heldur það sé, því að ég hugsa ef þú myndir taka eitthvað fólk og segja svona, hvað eru svona það helsta sem gerðist á eftirstríðsárunum og setja hlutar síðustu aldar. Ég held að margir myndir nefna pilluna bara eitthvað stöðar á listanum yfir topp 20 eða eitthvað svoleiðis. Já, mér finnst það bara erfitt að segja. Þetta finnst mér skrítið líka í rauninni. Það er bara svo margt sem að fólk hefur verið að rannsaka í kvenna- og kynjasögu og þetta er greinilega kannski bara svolítið glemst. Ég veit það ekki. Þetta er bara, ég bara veit það ekki alveg. En svo er þetta líka það sem að þú skoðar pilluna. Að það varstu náttúrulega einhvern veginn sérmaður allan tíman með það er svo alltaf þegar eitthvað er skoðað í sagnfræðinni að þá varpar þetta alltaf ljósi langt út fyrir viðfangsefnið. Já. Þannig að pillan er að sömu leyti spennandi sögupersóna. Hún er það virkilega og maður sér svolítið hvernig hún passar svolítið þarna eins og púsl inn í þetta samfélag sem er þarna á þessum tíma 60 til 80 og maður sér þessar breytingar. Hún er í rauninni færi rauk fyrir að pillan sé eins konar drifkraftur þessar breytinga á sama tíma. Hún er vissulega mjög stór hluti af þeim og afleiðing þeirra líka. Og pillan bara, já, eins og segir, hún er bara mjög stór leikmaður þarna. Að því að segja þetta, því að pillan kemur þarna inn á svolítið svona tímamótum, sem að framundan bara töluvert svona uppgjör eða uppreist gagnvart svona lífsáttum og gildum sem áður höfðu verið talin vera bara sólid og góð og ýmsar ástæður fyrir því. Ef sagfræði, ég veit ekki hvort þess að góðu því, það er sem finnst vel að geða fyrir sig. Ef við hefum sett pilluna bara 1945 eða einhvern annan tíma, þá hefðu kannski afleiðingar pillunar orðið aðrar heldur að urðu akkurat að þeir voru settar inn í þennan tíma. Er það málið? Ég hef ekki mikið lagt stund á hvað ef sagfræði þó mér finnst hún alveg virkilega spennandi. En það er margt sem gæti hafa farið öðruvísi, vissulega. Pillan eins og við erum búin að tala svona breytingaafl svolítið þarna á þessum tíma. 45 þarna er stríðið að enda, barnasprengjan á leiðinni hefði hún orðið jafn stór. Það er erfitt að segja það. Við erum rekka konur aftur úr verksmiðunum inn á heimilin. Já, hefði það jafnvel gerst. Allir í svona nation building skapi. Einmitt. Pillan hefði einmitt átt kannski svolítið erfitt uppdráttar í þessu svona þjóðurnislega samhengi sérstaklega. En já, þetta er virkilega góð spurning. Maður þarf kannski að pæla aðeins í þessu. Það eru sumir sem að hafa verið að skoða svona hvað ef sögu. Já, Valur Gunnarsson, einmitt. Það var að gefa út hlutabókinni sinni á ensku núna bara daginn, sem er svona hvað ef saga, hvað ef víkingarnir hefðu unnið heiminn. Þetta er alltaf rosalega spennandi og bara rosa flott hjá honum. Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað og segja okkur aðeins frá pillunni. Ása Ester. Takk fyrir. Og þetta eru lokin hjá okkur hérna, þar sem við köllum sannar sögur við Rauðaborðið. Rauðaborðið verður aftur á morgun klukkan 8. Hvet ykkur til að fylgjast með því. Takk fyrir í kvöld.